Við förum í 5. lið og leggjum frá fundargerð mannréttarráðs frá því 11. febrúar, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá því 10. febrúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá því 5. febrúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 5. og 12. febrúar, fundargerð velferðarráðs frá 7. og 13. febrúar. Enginn hefur kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrá og telst hún lokið. Við höfum eftir að kynna bókanir. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eiga eftir að kynna sína bókun undir 1. dagskrárlið og bið ég þá að koma upp og kynna hana og eins fulltrúar Samfylkingar og Besta flokksins að kynna sína bókun undir þessum 1. dagskrárlið. Ágæti forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni bókun okkar sjálfstæðismanna undir 1. lið sem svo hljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma að borgarstjórnarmeirihluti Besta flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna kjósi að fella tillögu okkar að tekið verði upp virt samráð við foreldra vegna ráðningar skólastjóra. Víða erlendis hefur slíkt samráð verið tekið upp með góðum árangri. Með samþykkt tillögunar hefði verið brotið í blað varðandi aðkomu foreldra að skólastarfi í Reykjavík með því að þeir hefðu fengið rétt til umfjöllunar og umsagnar áður en nýr skólastjóri verið ráðinn. Hverju foreldrafélagi væri síðan í sjálfsvald sett hvort slík heimild yrði nýtt og með hvaða hætti. Þannig væri kveðið á rétt foreldra til umsagnar viðkomandi ráðningu en eftir sem áður myndi skóla- og frístundaráð Reykjavíkur annast sjálfa ráðninguna og ber ábyrgð á henni, eins og kveðið á í samþykktu ráðsins. Með afgreiðslu tillögunnar sannast enn og aftur að Samfylkingin og Besti flokkurinn hafi ekki áhuga á að auka samráð við foreldra skólastarfi í borginni. Þá hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lokið við það að gera grein fyrir bókun sinni undir 1. dagskrárlið og þá kemur fulltrúi Samfylkingarinnar og Besta flokksins og gerir grein fyrir bókun undir sama dagskrárlið. Skóla- og frístundaráð hefur samþykkt tillögu sem miðar að því að auka aðkomu foreldra að ráðningum stjórnenda í leik- og grunnskólum. Borgarfulltrúar Besta flokksins og Samfylkingarinnar þakka starfsfólki skóla- og frístundasviðs, fulltrúum skólastjórnenda í leikskólum og grunnskólum sem og fulltrúum samfók og barnanna okkar fyrir góða og vandaða tillögu að aukinni aðkomu foreldra að ráðningum stjórnenda í leik- og grunnskólum í gegnum foreldra- og skólaráð. Tillögunni fagnað enda stígur Reykjavíkurborg jákvætt skref í lýðræðisátt og að skapa frábært tækifæri fyrir foreldra í leikskólum og grunnskólum til að koma sinni sín á þróun skóla barna sinna á framfæri. Borgarfulltrúar Besta flokksins og Samfylkingarinnar undrast að upphaflegir tillöguflytjendur fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi ekki samþykkt þetta jákvæða skref sem vandlega var undirbúið af fulltrúum foreldra, stjórnenda og starfsfólki sem best ekki til. Að þessum aðstæðum fallast borgarfulltrúarnir ekki á þá tillögu sem hér liggur fyrir eins og hún lögð fram. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við það að kynna bókun undir 1. dagskrárlið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi hún lokið klukkan 17:23. Ég segi takk fyrir að, hvað segi ég aftur? Takk fyrir góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.